menn gerir nú grín að því þegar menn nefna papparörin og áföstu tappana, en það bara svo augljós dæmi sem fólk skilur svo vel. En dæmin eru þetta fjölmörg önnur. Evrópusambandi reyndi á sínu tíma að setja reglur það hversu bognir bananar mættu vera til þess að það mætti selja þá í verslunum. Ég held að það hafa nú horfið frá þeirri löggjöf, en þeir hafa verið algjörlega reglusetningar óðir og reyndi að setja reglur alla mannlega hegðun. Og það birtist bara í því hvernig verið að taka á fjölmiðlum og hlaðvörpum. Þetta allt eitthvað sem verið að innleiða í gegnum Evrópusambandi og til okkar og við horfum til. Á meðan að Bandaríkjamenn hafa gætt sín til dæmis á því að vera ekki að regulera eða reglusetja sitt samfélag með sama hætti. Og hver munurinn? Fyrir rúmum 2 áratugum var Evrópa með heildar landsframleiðslu upp á svona 95% af því sem gerist í Bandaríkjunum. Þessi ríkjasambönd, þó ólík séu, voru svona nokkurn veginn á pari hvað varðar efnahagsleg umsvif. Evrópa í dag 65% og stefnir í það að öllu óbreyttu að fara undir helmingin. Evrópa að verða fátækt ríki í samanburði við það sem gerist og gengur annars staðar á Vesturlöndum. Og það, ef við ætlum að feta þá slóð, þá verða börnin okkar og barnabörnin okkar fátæk. Þá munum þau búa við skert lífsgæði miðað við það sem gerist annars staðar í heiminum.